Jæja, gott kvöld og verið velkomin í Flugusmiðjuna. Í kvöld ætla ég að nýta flugu upp á bókinni Veðurflugur Íslands sem heitir Black Copper Beethead og eftir Bjarnæði Jónsson. Venjulegast þetta nýta á krók 10-14. Við erum einhvers staðar á því bilinu, kannski aðeins svona sverari krók til þess að það sé auðveldara að sjá aðferðina sem ég nota. En við byrjum á því að festa tvinnan hérna niður og förum með hann á þennan klassíska stað hérna, milli oddsins og agnhaldsins. Það hinn gullni punktur, sagði einn maður sem kenndi mér að nýta. Næsta sem við gerum, það bara að vefja þessu fram aftur til þess að búa til svona plattformið undir búkinn, þannig að efnið sem fer undir búkinn haldist betur á. Næsta skref silfur, vír. Hann hér og við tökum smá á honum og hann vefst sem sé festist hérna svona, og eins og ég var búin að kenna ykkur í einhverjum fyrri vídeóum, þá bara ekkert mála með vírinn hérna, sjá hann enda hérna, það að bretta hérna upp á hann og festa hann hérna niður. Þá hann komin í U og þá skríður hann ekki neitt til. Þá verður hann bara til friðs, það sem þetta Og næsta skref í þessari flugu, það að nota svona svart efni. Þetta eitthvað svona stretch, uni-stretch held ég þetta heiti. Það nóg að taka 3 hringi af þessu. Það má nota annað í þennan hluta flugunni. Samkvæmt uppskrift stendur svart flós, en við notum þetta bara því ég nenni ekki að fara niður og ná í flósið. Þetta gerir nákvæmlega sama gagn. Og þetta nýtist bara hérna undir, alveg eins og þetta. Og endar hérna. Og svo byrjum við að byggja upp búkinn á flugunni. Cirka bát hér. Og þessi hár sem standa hérna upp úr, það engar áhyggjur af þeim, þau fara undir búkinn. Þá förum við að vefja frá okkur hérna, eina umferð. Og búkurinn á að breikka fram á við, svona eins og gulrót eða svona öfugur fransisbúkur. Eða svona það bil þannig. Þannig við vefjum svona hingað, þá fyrir við að vefja tilbaka og ekki lengra en þetta. Þá vefjum við þessu svona, þannig að sé í laginu eins og við viljum hafa hann. Og þetta mjög einföld fluga, eins og við sjáum. Þetta bara þessi svarta efni hérna. Og þetta bara þetta svarta efni og svo silfurið yfir og þá þetta bara í rauninni komið. Þetta ætlar að duga þetta efni. Við erum með dálítið stóra kúlu á þessari. Við viljum láta hana vega djúpt og komin langt niður. Svona. Nú dinglar kúlan laus eins og við sjáum. Það svo sem ekkert að því, við bara byggjum upp það svæði með tvinna á eftir. Klippum restina af efninu hérna í burtu. Passum okkur að klippa ekki tvinnan. Því næst kemur silfurvírinn hérna yfir. Og ég ætla að vefa hann bara frá mér þannig að verið fallegri svona. En þessi fluga, það eitt tvist í þessari flugu sem eftir að gera þó svo að vírinn sé komin á hana. Það epoxy, samkvæmt uppskrift, en epoxy í dag nú bara eiginlega að detta út úr þessu flugnýtingardóti. Og í staðinn höfum við fengið eitthvað sem heitir UV resin eða UV-lím sem herðist niður með svona útfjólubláu ljósi. Stór skemmtilegt efni að vinna með. Það þetta að móta búka með þessu allan fjandan. Við byggjum upp á haus hérna á fluguna. Kúlan svona við það að festa hérna. Vel af tvinna hérna fyrir aftan þetta, þannig að hún verður til friðs. Þetta sára einföld fluga en hún samkvæmt uppskrift og því sem stendur í bókinni, gefur bæði bleiki og urriða. Þannig að við bara skulum treysta því sem í bókinni stendur. Þá hausnúturinn. Höfum hann tvöfaldan til þess að vera alveg öruggir og því hann fær ekki að skríða neitt og þá þetta klárt hérna. En í staðinn fyrir að lakka fluguna, eins og myndi gerast svona öllu jöfnu,
þá notum við ufaflímið í staðinn og það á samkvæmt uppskrift að koma ofan á bakið á flugunni hérna, ofan á kúluna og ná hérna aftur á bak og herðast. Við skellum smá hérna undir til þess að festa tvinnan. Fínt með ufaflímið þær út að tannstöngla, einnota og dýrir. Og ég prófaði að nota nálar í þetta límir þannig að það ekkert skemmtilegt að vera nálar í þessu. En það hins vegar alveg draumur að vinna með tannstöngla í ufaflíminu. Og þetta glært lím sem ég keypti einhvern tímann. Þetta er Vesturöst. Það var ekki einu sinni bara ég keypti þetta. Svona, þessi slumma, svona ætti að duga í það sem við erum að gera. Þetta er medium viscosity sem þýðir meðalþykkt, viscosity þýðir þykkleiki. Og þá dreifum við úr þessu aftur hérna á bak á flugunni, svona. Og eins og ég sagði við ykkur, við geymum smá hérna dropa á tannstönglinum. Geymum hann upp í okkur. Svo herðum við þetta. Og þá er mjög gott að hafa væs sem að snýst. Svona, bing bara bú, þá er þetta orðið hart. Snúum þessu hérna við. Og í staðinn fyrir að lakka þetta, þá bara skellum við ufaflími yfir endan hérna. Felum hann í lími. Herðum það með ljósinu. Kemur svona lykt af þessu þegar þetta harðnar. Og þá er flugan tilbúin. Black Copper Bead Head. Mjög einföld fluga. Og ég hef ekki notað þetta mikið en ég skal alveg kaupa það að þessi fluga veiði. Ég þakka kærlega fyrir áhorfið og fyrir góða viðtökur. Ég hvet ykkur til þess að gerast áskrifendur á Rásunni til þess að hjálpa okkur að stækka, setja like á vídeóið og deila því jafnvel til vina og vandamanna ef þið viljið. En í bili takk fyrir mig og við sjáumst í næsta vídeói.